Komiði sæl. Í þessu stutta myndbandi ætla ég að kynna fyrir ykkur tímalínu. Tímalína er byltingarkennd nýjung í heilsugát þar sem öll sjúkraskrárgögn sjúklings frá upphafi eru birt á einum stað og í tímaröð. Ólíkt textasýn sjáum við ekki bara blöð eða nótur sjúklings heldur einnig rannsóknarniðurstöður, hjartalínurit, lyfseðla, tímabókanir, viðhengi, diktuð og svo framvegis. Hvert atriði birtist í tímaröð og því lesum við sjúkraskrána eins og atburðarásin snýr að sjúklingnum sjálfum. Fyrir inniliggjandi sjúklinga eru gögnin forvistuð og því leyftur snögg að birtast á skjánum. Hingað til höfum við nálgast þessi gögn í mismunandi lotum og kerfum sem kosta músaklikk og gluggaflakk og því endurteknum töfum á meðan við flettum í gegnum ólíka hluta sjúkraskrárinnar. Alvarleg afleiðing þessa er svokölluð hólfun upplýsinga þar sem starfsstéttir skrá og lesa nótur hvert í sínu hólfi. Til dæmis lesa læknar ekki nótur hjúkrunarfræðinga og öfugt. Þessu má líkja við fótboltalið að reyna að spila saman í völundarhúsi og ógnar augljóslega öryggi sjúklings og stuðlar að hvers konar tvískráningum sem aftur flækir sjúkraskrána og gerir hana óaðgengilega. Þegar öll gögn eru samankomin á einum stað er auðvelt að leita í þeim eins og hér þar sem við finnum á nokkrum sekúndum hvort sjúklingur hafi áður farið í heilalínurit. Takið eftir að ekki bara er leitað í nótum heldur röntgenniðurstöðum, vefjarannsóknum, viðhengjum og raun öllum gögnum sjúklings. Tímalínu má opna með margs konar hætti, en alls-staðar þar sem er að finna lista yfir nöfn sjúklinga er hægt að fara með músina yfir og þar sést blái tímalínu hnappurinn. Talsvert fljótlegra er þó að opna síðu sjúklings beint með því að smella á nafnið, en þar erum við vön að sjá þessa lista hér alla sem er tiltölulega óþjált að fletti í gegnum. Með því að velja stillingu upp í hægra efra horninu er þetta að velja að tímalínan taki yfir síðu sjúklings og sé alltaf sú síða sem er birt. Þar sem öll gögn af fyrrnefndri síður eru komin í tímalínu er mælt með því að nota þessa aðferð frekar. Á vinstri spássíu er með síum hægt að velja nákvæmlega hvaða atriði eiga að sjást hér á aðalsíðu. Í bláu bóksanum er tiltekið hversu mörg atriði finnast, til dæmis má sjá þá að hérna eru 19 myndrannsóknir. Með því að velja í miðja síuna er hægt að sjá bara þau atriði, þá sjáum við hér allar 19 niðurstöðunar. Með því að velja tilbaka fáum við síunar í upprunalegt form. Hér er hægt að vista síunar og þá birtast þær eins fyrir næsta sjúkling sem við vinnum með. Þannig er hægt að velja að sjá til dæmis öll lyfjafyrirmæli sjúklings úr terapí eða aðgerðir og takið eftir að þetta er aðgerðarlistinn sem er styttur hér í langtíma greiningum og síðan getum við séð alla lyfseðla sjúklings og bráðum verður sett þannig virkni í tímalínu að við getum endurnýja lyfseðla héðan beint af skjánum og sama á við lyfjafyrirmæli að við getum sett þau aftur inn í terapí með því að klikka á þau hér. Neðst á vinstri spássíu er svo að finna frekari síur þar sem er hægt að velja allar sérgreinar sem sjúklingur hefur komið að og þannig til dæmis hægt að þrengja nótur til að þær sýni bara meltingalækningar. Næsti listi er fyrir innlagnir og komur sjúklings og er hægt að finna þar allar lotur sem að sjúklingur hefur komið að seinastliðin ár. Að lokum eru ytri gögn í þessum lista hér neðst og þannig er hægt að velja gögn frá öllum heilsugæslustöðvum og stofnunum sem eru tengdar sögugarnagrunnum sem eru 95% af heilbrigðisstofnunum landsins. Með því að velja atriði úr lista þá er það sótt hingað á listan og við opnum það svo með því að sækja. Takið eftir að tímabókanir eru einn hluti af síunum og með þeim sjáum við hverju sinni hvaða tímar eru framundan fyrir sjúkling eins og hér Segulónskvöld 21. október kl. 08:30. Á aðalsíðu tímalínu er svo að finna öll þau atriði eins og þau eru valin í síunum. Takið eftir litnum á vinstri spássíu sem samsvarar síulitnum. Eftir sem við förum neðar skoðum við atriði aftar í tíman. Þegar röntgensvör eru diktuð er hægt að hlusta á þau með því að spila nótuna strax í tímalínu. Hægt er að velja að spila hægar og hraðar og á meðan hlustað er á nótuna er hægt að skipta yfir í skjáborð eða aðra hluta heilsugáttar og strax tilbaka en diktandi heldur áfram að spila á meðan í bakgrunnum. Fyrir öll blöð má sjá heiti seðils fyrir hér efst í hausnum og tímasetningin gefur til kynna hvenær blaðið var seinast uppfært. Starfsmaður
sem skráir nótur kemur fram hér og með því að smella á skilaboð má senda með auðveldum hætti skilaboð á viðkomandi starfsmann. Viðhengi hvers konar, eins og hér í þessu tilviki hjartalínurit, er hægt að opna strax í tímalínu með því að smella á takkann og skoða beint á skjánum. Með þessu móti þarf ekki að hlaða niður, skrá og geyma á harðadisknum. Það má því vera ljóst að með tilkomu tímalínu er aðgengi og notkun sjúkraskráarinnar að gjörbreytast. Þar sem við getum nú með auðveldum hætti séð öll sjúkraskrárgögn við hliðina á okkar nótu, verður nú með öllu óþarfi að skrá upp úr nótum annarra, eins og bæði læknar og hjúkrunarfræðingar gera. Eða skrifa upp rannsóknarniðurstöður og jafnvel lífsmörk þarf ekki að skrá þar sem þau koma fram á tímalínu. Endurtekning á heilsufars- og lyfjasögu í kominótum er algjörlega óþarfi þegar seinasta innlagnaskrá er strax innan seilingar. Hlutverk skráningarinnar er miklu fremur að skrá aðkomu starfsmanns og lýsa því sem hefur átt sér stað í samtalinu og leggja mat á rannsóknarniðurstöður með því að túlka þær og rökstyðja ákvarðanatöku í framhaldinu. Með því að fá alla klínikara til að tileinka sér tímalínu í daglegri vinnu er því hægt að eyða svokölluðum copy-paste kúltúr sem í sumum nótum, eins og sést hér, er alltaf 50% af innihaldinu og gríðarleg sóun á dýrmætum tíma starfskrafts. Tímalína er bara byrjunin á spennandi framtíðarsýn. Bráðlega verður hægt að skrá nótur beint í tímalínu og hér má sjá vísi að fyrstu útgáfu þess. Með því að færa skráningarviðmótið yfir í heilsugátt er hægt að bæta á það nútímalegum viðbótum eins og grafísku flýtiviðmóti þar sem starfsmaður býr til nótu á örskotsstundu með tökkum á skjánum. Ekki bara er margfalt fljótlegra að gera texta með þessum hætti, heldur er einnig hægt að gera tékklista og staðla hvers konar vinnu eins og þegar læknir hittir sjúkling með brjóstverk. Rauntímadiktering er þegar til í dag og er auðvelt að tengja við heilsugátt. Sjá nótur hjúkrunarfræðings. Sjúklingur kemur inn eftir að hafa tekið 10 stykki Parkodín. Tölvan skilur íslensku glettilega vel. Þessi leið er ákjósanleg til dæmis þegar sjúkrasaga sjúklings er skráð, en þeim hluta er erfitt að koma fyrir í flýtitextaviðmóti. Það sem heilsugátt er hönnuð með spjaldtölvur og snjallsíma í huga er ekki langt í að starfsmaður geti gert nótuna strax ótruflaður við hlið sjúklings eða bedside. Þetta er meiri háttar breyting frá fyrirkomulaginu í dag þar sem nótan er pikkuð inn á tölvu á starfsmannaherbyggi við hvers konar áreiti og truflanir. Þannig sjáum við fyrir okkur algjöra byltingu í skráningu innan spítalans. Læknir gerir innlagnaskrá á 2-3 mínútum í stað 15-20 eins og er í dag. Röntgenlæknar svara myndum með texta sem er sýnilegur strax og vaktlæknar þurfa ekki að eyða dýrmætum tíma í að hlusta á diktut. Skurðlæknar gætu gert einfaldir aðgerðalýsingar á innan við mínútu og lýsingin tilbúin áður en sjúklingur kemur aftur tilbaka á deild. Geðlæknar skrá langar og ítarlega nótur sem tekur langan tíma að gera. Með rauntímadikteringu og flýtutextaviðmóti væri þetta stytta þennan tíma allverulega. Í raun getur hvaða starfsstétt sem vinnur hvers konar staðlaða vinnu gert nótur með þessum hætti og á því eins við hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, sálfræðinga og svo framvegis. Fyrir ekki löngu reiknaði ég út að hálfur árgangur kandídata er á hverjum vinnudegi fastur við tölvuskjá að skrá nótur og beiðnir hvers konar og er það í samræmi við upplifun kandídata sem hafa endurtekið tjáð mér að þeir eyði 70-80% af sínum tíma við tölvuskjá. Með nútíma upplýsingatækni heilsugátt er hér að myndast tækifæri til að endurheimta tapaðan starfskraft og ekki veitir af á þessum tímum. Ítarlegri leiðbeiningar fyrir heilsugátt er að finna á innra vef Landspítalans en einnig í sjálfri heilsugátt í valmyndinni uppi til hægri og við innskráningu. Takk fyrir.